Virðulegi forseti, ég hef í sjálfu sér ekkert út á það að setja að ákveðin málefni séu tekin til hliðar og þeim veitt sérstök athygli. En ég verð að setja spurningu við hugtakið þjóðmenningu og hvað telst til þjóðmenningar og hvað ekki. Þjóð og menning. Þjóðmenning er mjög loðið hugtak og vísar kannski til ákveðnar þjóðræknistengingar. Ég spyr mig hvort að verið sé að einbeita sér að ákveðinni þjóðmenningu frá ákveðnum tímum og hvaða tími er þá þjóðlegastur. Er það upphaf 18. aldar þegar þingkoltin voru auðn eða er það upphaf þeirra 20. þegar að húsakostur var orðinn klassískari? Ég verð að spyrja líka þegar að hugsað er til dæmis tónlist og einhver þjóðlegustu lög sem að allavega yngri kynslóðir halda að séu eilífðarlög og hafi alltaf verið til eins og Heyr himna smiður eða Stolt siglir fleyið mitt sem eru hvort tveggja tiltölulega nýleg lög, hvort að þau teljist þá ekki til þjóðmenningar vegna þess. Sömuleiðis vil ég benda á það að íslensk þjóð er það fólk sem býr hér. Við búum í fjölmenningarsamfélagi og höfum lengi gert. Það eru til kleinur í Póllandi en það er stafsettar með ypsiloni og setu. Hvað er íslenskt og hvað ekki? Ég spyr mig líka hvort að sumri menningu sé greiði gerður með því að vera aðskilin frá menningunni almennt.